dag erum við að pröfukeyra nýjan Volvo XC90. Hann var að koma í svona miðlífs uppfærslu. Þeir eru búin að breyta hérna framendan á grillinu, gera það svona innfett og búin að æla krómi framan á hann. Mjög flott, en best finnst mér öllu að Þórshamarinn, hann er á sínum stað. Þeir hafa síðan aðeins fiktað við vélabúnaðinn, við hybridbúnaðinn. Þeir eru búin að minnka hestaflafjöldan úr 407 í 380. 2020 árgerðin er ódýrari heldur en 2019 árgerðin. Og Volvo XC90 er eins og áður alveg risastór jeppi. Kíkjum aðeins inn. Það sem að Volvo hefur gert til þess að uppfæra bílina innan er að þeir tóku upplýsingakerfið hérna á miðjumskjánum sem að var mjög fínt fyrir og gerðu það örlítið hraðara. Þannig að til dæmis þegar þú ert að nota puttana þína þá svarar það þig mjög fljótt og snöggt. Þægilegt og fínt og síðan hafa þeir boðið upp á þennan dökka við í innréttinguna og það er ógeðslega töff. Þú ætlar að fá þér XC90 og mæli ég með þessu. Og ljósu leðri við. Einhvern til að hugsa. Í aftursætum Volvo hafa þeir eiginlega bara gert ekki neitt af því að það þurfti ekki að breyta neinu. Hönnuðir Volvo hafa greinilega átt börn. Af því að ef þú ert að koma þér, ef þú átt 2 börn og eitt þarftu að halda á og annað er að fara að sitja aftur í, þá getur þú haldið á öðru barninu og nota bara aðra hendina til að hleypa hinu aftur. Vel gert Volvo. Hönnuðir Volvo hafa síðan haldið áfram að vera klárir. Ef þú ert með lykilinn á þér bara í vasanum, þá getur þú sett löppina undir, stöðar hann og þá opnar skotthlifin. Og aftur hér er fullt af svona litlum fítusum til að gera hlutina sniðuga. Til dæmis, að því þetta er hybrid bíl, þá er alveg sérpláss hérna til að geyma hleðslutappanir. Ofan á síðan ertu með svona gaur sem þú getur haft svona dót í. Síðan ertu með innkaupapokahanka hérna á hliðunum. Getur sett innkaupapokana. Og enn og aftur, ef þú ert með fullar hendur og það getur bara að nota aðra, snillt! Svo þetta er Volvo XC90 nýju uppfærður. Ef þér líst á hann, keyptu hann.